Hola. Góðan og blessan daginn frá Spáni. Góðan daginn. Buenos días. Buenos días, señorita, mamacita. Það allir hérna. Já, við erum aðeins að læra spænskuna. Við erum aðeins að læra hana. Já. Uno cerveza, por favor. Cerveza. Sí, það er búin að koma mest óvart. Birta bjór. Hey. Senni cerveza. Senni cerveza. Miklu flottar orð. Cerveza. Bjór. Já, bjór er svo gauralegt eitthvað. Cerveza er svona meira gelló eitthvað. Satt. Það er svona, drekkum við bara cerveza á Spáni. Já, bara cerveza á Spáni. Já. Til það. En það er búið að koma mjög óvart og það sé búin að vera svona, heyrðu, fókum bjór. Hvað erum við? Við erum eitthvað pick me gælur hérna. Já, þetta er alveg sem pick me, sko. Já. Að við erum gælur sem drekkum aldrei bjór. Nei. Og svo núna erum við allt í einu bara ekki með mönnunum okkar hérna. Já. Þá ætlum við að fá okkur einn kaldan á bakkanum. Skrítin hegðun. Mjög. Stór skrítin hegðun. Furðuleg. Sko, við erum bara, já, við vorum bara að vakna. Vorum vakna? Gersalega? Já, gersalega. Rífum okkur út inn á bakkan. Ég held þess ennþá með svona sofurödd. Já. Það er ég búin að tala nógu mikið. Nei, með svona, hann já, bara góðan daginn. Góðan daginn. Ég vona þessi líka bara að vakna með okkur. Já, spend the morning with us. Já, við sitjum með út á bakka núna og við þurftum að leita af hvað skugginn væri í húsinu. Já, það var ekki skuggi á staðnum sem við tókum upp í gær. Nei. En ég bjóði skugga hérna með þessar sólhlíf. Mjög svo við gætum tekið upp, annars bara það er allt og heitin annars til að vera úti. Líka bara græjurnar myndi soðna. Já, nei, sko, myndalinn, hún ofindar stundum inn í stúdíón okkar, sko. Já. Þannig að við erum bara vonað best að þetta. Já, þetta hlýtur að ganga upp. Já. En ég er ekkert eðla þyrst. Nei, búin að vera þyrst þessari ferð svo mikið. Já, þannig að við ætlum að fá okkur happy hydrate. Já, og glænýja happy. Perubragð. Það er aldrei fun. Mér finnst þetta geðveikt Já, gott. þetta er geðveikt gott. Ég er algjör perustelpa, sko. Já, ég líka. Fílar svona perujógúrt og þannig. Já. Ég elska Nú er maður svona perubitum. Já. Svo gott. Nei, mér pera, það er eitthvað svo friskandi við peru. Já, ég sammála. Koma óvart. Já. En peru ávöxtur sjálfur, kaupir hann oft? Stundum. Já. Út af emblu. Já. Hún borðar hann alveg svona, bara býtur í hann. Það er eiginlega alltaf til perur heima með líka. Það? Já, Benedikt elskar perur. Bensu embla. Já, Bensu embla er svona smá sammannskjan. Nei, en ég er ógeðslega ánægð með að mér fannst það koma óvart. Ég var að giska á svona epla. Eitthvað læm líka. Já. Það er svona basic, svona, það er til, skilur. En hérna, ég held að vera eitthvað svona lemon eitthvað svona basic grænt. Já, út af þetta var svona græntareitin. Þannig að ég var bara ok. En svo bara pera, ég var bara myndi þetta ekki í hug. Það er ógeðslega fun. Sjúklega skemmtilegt. Já. Og sko, þú veist, þetta er ekstra gott ef þetta bara, þú veist, með peruna, sko. Ef þetta er svolítið svona stórt glas eða svolítið svona, þú veist, mikið af því klaka. Já, fresh. Rör helst. Já, rör. Allt betra með röri, sko. Og svo, þú veist, mögulega, þú veist, að þú blandar þetta með frother, eins og við erum að gera með svona visk eða svona rafmagns whisk. Sýtla það næst maður. Það er svo þægilegt, sko. Ætli kreatínu muni ekki koma í peru líka þá? Það er bara vonandi. Og feskjan og allt það. Já, mitt. Rosalegt. En já, maður er mjög þyrstur, sko, þannig að maður þarf að lega, sko. Morgunrútunum mínir er búin að vera vakna. Opsi dís, hvað blessi þig? Vakna, happy hydrate, venja vitamín mín. Ég með öll venja vitamín mín og játnið. Já, ég sá þess með játnið með þér. Já. Að ég er búin að vera duglega að taka það. Og Girl Scouts Gut, þetta er bara heilaga rútínan mín en á mótnana. Svo mikið must. Ég glimti mínu Girl Scouts Gut, ég fæ kannski að reyna hér. Það mátt fá bara hjá mér, svo vilt. En ég tók náttúrulega, það var svo auðvelt að muna eftir umslögunum, öllum vítamínum í, þannig ég taldi bara, tók akkurat 10. Same. Þannig með nóga vítamínum, sem er ógeðslega mikilvægt hérna út í sólinni og hitanum. Einmitt að vöka sig og taka vítamínin, sko. Ég er bara búin að vera með, við báðar, bara vítamínin okkar frá venja í tösku niður í eldhúsinu. Þannig að maður man alltaf að taka þau. Já, nákvæmlega. Bara með fyrsta, vassópanum og þannig. Já. Ég held líka að sé bara eitthvað svona gott fyrir, þú veist, flugurnar og þannig. Ég held það nefnilega, sko. Að það fæli frá ef maður er vítamín fullur. Sko, á meðan við mig og þig, þá erum við ekki búin að vera það mikið bitnas. Og meðan við erum alltaf út á kvöldin. Satt. Við gætum alveg verið með miklu fleiri bit. Já, það er satt, sko, með okkur. Það er alveg þér. Já, það er líka duglega að taka vítamín með því að mér líður svo að þetta hjálpi því, sko. Já. Ég samla, ég held þetta að segja, þú veist, eitthvað sem maður er með í blóðinu sem bræðast þá ekki að vel að því að maður er bara svo vel vítamínaður. Vel vítamínaður. Með venja. Já.
Ég held að. Það er algjörlega þannig held ég, sko. Já, fóka gott að fá svona gólin á milli. Já, hún er svo góð. Ég bara... Hárum mitt reyna sveittu baki á mig strax, sko. Þú veist, ef það heyri líka ykkur umhverfisljóð þá náttúrulega bara vita ykkur þér. Við erum á bakanum. Við erum á bakanum. Reynum okkar besta. Já. en hérna, við ætlum samt að fara í part 2. Af játningunum. Já, við sérst tókum Játningar, fyrir ykkur sem er forvitin ferðasöguna til Spánar, þá erum við búin að taka það fyrir í áskrift. Í áskriftinni, ég geti kíkt þangað. Ein spurning, viltu ekki prófa hérna Duck Plump NYX Liner? Herru, hvaða mesta hacks í heimi er það? Einmitt. Sko, Duck Plump, plumping lip liner. Aldrei heyrt það. Sign me up. Sign me the fuck up. Hvað heitir þessi? Þessi er svona rosa eitthvað. Já, þessi sko fill them in, þessi hérna heitir Nude Flip. Næstu lip flip. Næstu lip flip og fill me in. Þetta er allt svona tengslu með vara. Já. Já. Fill me in. Svolítið flottir, sko. Mjög flottir. Og ég hætti að taka dökkblömpu minn, hann er í perbyggi. Setta hann á mig með. Þetta er hérna. Þá getur við með double. Þessi, hvað sagður minn hétt sem ég hafa með? Fill them in. Fill them in. Mér finnst það að vera mjög mikið ég slitur. Sjá hann. Já, vá kann mikið þú. Finnst þér ekki hinn líka að vera mikið þú? Svona Jú. smá bróð. Satt. Þannig að Smá er þetta opn. let's try it. Svona að segja, let's try it, bara ekki nálægt mæknum. Ég er alveg svona annáldaru. Það er það. Haldið að heyri botnum smá. Ég er að prófa hans þess að. Þú má testa þessa Góð formúla og ég fíla að bustin eða þú veist, tippið er svona, tippið. já það er tipp. Það er svona ská skilur. Já, ég fíla það. Samla því. Það er skemmtilegt. That's fun. Er þessi svíður þetta? Nei. Nei? Sjá. Testa mitt eftir smá. Herri, þetta lít bara mjög vel út að þér. Ekki? Jú. I feel You're cute. looking gorgeous. Einu make-upi sem ég er með right now er Já, lip liner. maður setur ekki neitt á sig í sólinni þegar það lekur bara af hvað sem Já. er. it's worthless. Já, satt. En, eigum við Að fara í játningana? að fara að játa hluti? Já, við erum að játa hluti. Herri, við ætlum að taka part 2 því við settum inn aftur formið Já. og bara, Jesús minn. Það kom svo mikið inn. Já. Ég ætla að vona, við erum kannski ná að taka allt, en kannski þurfum við að taka part 2. Já. Aftur, eða Part part 3. Já. En vá, það var svo gaman að fá. Það kom mér þess að meira inn í gær. Einmitt. Er það? Já, Vá. nefnilega, sko. En, Ok, maður sjá. Ég ætla að opna þetta. ok, fyrsta játningin. Ég er sammála Birtu í óvinnsala skoðanaþættinum. Það að ganga vel í prófi og hafa gott minni segir ekki til hversu klár maður er. Var það ekki, varst þú ekki að segja eitthvað annað en það? Ég segi nákvæmlega það. Hvernig þú gengur í prófi segir ekki til hversu klár þú Hafa ert. gott minni segir ekki, já, ok. Hversu oft þarftu að muna allt námsefni utan af? Þú getur alltaf leitað þér upplýsingar bara hvernig þú notar það sem þú hefur. Hágauka lærdómur er orðin allt of algengur í háskólum, segir lítið til áhuga og getur til að beita upplýsingum. Ást og friður. Já, ég samla. Mér finnst þetta ekki svona hot topic að, þú veist, ég skil alveg hvað ég meinið, en ég er samt ekki sammálaði. Nei? Þú veist, ég En er þetta ekki óvinnsæl 100%, skoðun? já, ég er ekki 100% sammálaði. Óvissu skoðun, en ég og þessi, við erum sammála. Já. Við erum sammála þessu, en já, nákvæmlega. Segir til mig, en auðvitað er samt. Samt, þú getur við erum ekki óvissu skoðunum, en samt. Við erum sammála, þú fyrir lélegt að prófa, þú ert ekki heimskur. Kannski, jú, það getur alveg verið. Já. Sumir eru bara heimskir, skilur, það er alltaf læg. Já, ég minnst allir ef þú fá okkur lélega einhvern, ekki vera eitthvað, ég er heimsk. Nei, en þú veist, sumir eru samt heimskir. Þú veist, ég er heimski sumir, skilur. Já. Það sem ég, þú veist, var að læra í skólanum, ég er ekki klár í þessu. Já, nei, Klár í auðvitað, öðru. maður er ekki klár í öllu. Nei. Sammála því. Ok, játning. Mér langar að fara frá makanum mínum, en ég get það ekki. Hefði það ekki í mér, finnst þess að ég eigi ekkert eða fer. Og ég pældi að vera svona stöðu sem maður finnst bara svona fastur. Já. Kannski út af einhverju, þú veist, kannski eiga þau íbúð saman eða Einmitt. þetta saman eða eitthvað. Það er ræðilegt. Æj. Vonandi ferði í kjarkinn.
Já, ég vona það. Ég vona að þú, gera það besta fyrir þig. Já. Sem fyrst. Játning. Ég fór einu sinni að pissa í morgunin, bara venjulegu dagur, skiljiði. Ég var að fara í skólan. Nema á vaskinum var eitthvað spray. Þetta var Toy and Body Cleanser. Bara beint á vaskinum að bara byggja hans pappa. Guð minn góður. Svo þegar ég kom næst inn að baða, þá var það farið, þannig ég veit ekki hvort hann veit að ég sá það. Við töluðum allavega ekkert þetta. Nei, en veistu það? Pappin is cleaning her shit. Já, hann responsible king. Já, responsible allavega. Ég vona það að vera eitthvað svona sápa frá Blush. Já. Og hann hafi bara þrifutækið sín vel. Þú ættir að vera bara svona pínu stolt af hann. Þú veist, ég veit að svona, þú þurftir ekki að sjá það. Nei, alls ekki. En allavega þú veist að hann sanitized. Já, algjörlega. En talandi Blush. Já. Við erum náttúrulega núti og ef við værum með strákarum þá hefðu við kannski tekið allt mini-dótið okkar með. Það er hægt að kaupa svona ferðavöru nefnilega. Já, mini-snirtni, sleipiefni, nuddolju, lítil sóttæki, bullets. Já, eins og Satisfy prófa hana mini og svona, þeim útöldum, það tækifæri til að prófa nærbuxna titraran, sko. Já, það? Já, þú veist, þú þekkir engan í kring, skilur. Satt, góð punktur. En líka til litla múffur og smokkar, svo náttúrulega geggja að spila forleikur og sambandspilin úti. Já, nokkulega. Við hefum verið að spila sambandspilið þarna, það er ógeðslega skemmtilegt. Það er mjög skemmtilegt. Hljómar svo skringilega, en við tókum út alltaf dónulegspurningar þar. Já. En það eru mjög bara góða spurningar. Já, bara svona djúpar. Sem veitum að hugsa og svona, já. Sammála því. Já, ána með pappa þinn. Já. Þú veist ekki að segja það. Það er svo erfitt að lesa á skjáin í sólinni. Já, játning. Elska að vinna á leikskóla. Maður getur prumpað eins og maður vill og kent börnunum við lyktina. Ok, tí. Ok. Love that for you. Það er þetta alveg hárrétt. Barna prumpulikt, sko. Er það leikskóli bara fullorðis prumpulikt og við erum að kenna börnunum það? Hefur þið fundið svona leikskólalikt? Jú, ég hata leikskólalikt. Ég bara fæði svona trauma. Já. Leikskóla. Ég bara svona, ég man bara eftir þú manst alveg eftir leikskóla. Ég man alveg eftir ykkur, já. Ég man eftir lyktinni, mér fannst þú vond sem barn, sko. Hvað það? Já. Ég ætla að klíði hérna lyktir, ég finn lyktir mjög mikið, sko. Já, ég man ekki eftir að fundi, þú veist, lyktina sem barn, en ég náttúrulega finna hana núna. Já. En leikskóla lykt, þetta þing, þannig að spurningur það sé bara prumpulikt, sko. Já, ég held ég bara prumpulikt hjá leikskóla starfsmönnum. Já, samtalið, þú veist, já. Ok, játning. Fyrir 5 árum giftist mamma mín manni sem var 2 árum yngri en ég. Vó, ok. Þá var ég 30 og hún 45. Vá, var hann þá 15 ára? Ok. Hún átti mig mjög unga og hætti í skóla og allt. Ég og maðurinn hennar urðum mjög close og eftir ár að þau voru búin að gifta sig þá var ég og hann einn heima hjá mömmu út af hún fór í búðina. Hann var rosa touchy og talaði rosa vel mig og var að segja að ég væri falleg og svo byrjaði hann að kissa mig og ég kissa hann tilbaka. Hættu! Við sváum saman í rúminu hjá honum og mömmu minni. Við gerðum þetta á hverjum degi þangað til þau voru búin að vera gift í 3 ár. Hann játar svo til mömmu. Nei. Hún var sár en henni fannst allt í lagi og hún fyrirgaf okkur. Nei. Ég og hann eigum núna 2 börn og er ólíka. Við erum að gifta okkur eftir mánuð. Nei. Og við gætum ekki verið glaðari og mamma er voðaglöð fyrir mína hönd vegna þess að ég var í ofbeldissambandi áður en ég kynntist unnustannum mínum. En ég veit þetta er crazy saga en svona ástsaga mín. Wow, ég er í sjokki. Ég er orðlaus. Þetta er styrlaðist að ég er orðlaus. Þetta fór bara alltaf lengra, sko. Ég bjóst ekki við einu. Ég held að bara eitthvað svona, tekið eitthvað svona einu sinni, eitthvað, úps, bara að sofa hana hjá stjúpappa mínum. Nei. Happily ever after. Hún fyrirgaf, hvað? Já, bara, mamma henni mjög góð mannskja. Forgiving. Já. Shit, maður. Þetta er rosalegt. Já, þetta er rosalegt. Herðu, og ég taka næsta. Já. Ég svaf með kærasta vinkonu minnar óvart. Með honum eða hjá honum? Já, hún stendur bara með. Okay. Ég og vinkonu mínum ágætlega nánar, en ekki svo nánar að við förum bara 2 að gera eitthvað saman.
Þetta kvöld ákveðum við að fara bara 2 saman í smá partí sem krakkarnir með okkur í menntaskóla voru að halda. Tek fram að ég er svolítið vel full þetta kvöld. Partíið byrjaði í kringu svo 9, en nú var klukkan orðin 1 og ég vel á því bara. Einhvern veginn týnir kærasti hennar henni og fyrir að spyrja mig. Ég hélt bara að þetta væri eitthvað random gæi því ég aldrei sé kærasti hennar full vel. Við förum saman að leita en endum svo inn í herbyggi. Hann lokar eftir sér, so one thing led to another. Við sváfum saman, bæði blindfull. Hún fann út að hann svaf með hjá okkurum en hann segist ekki muna með hverjum. Ein stór lygi. Ég man full vel núna að þetta hefði verið hann, smá skítu gælla en he. Skítu gælla. He. Herra, ok, já. Þetta er rosalega. Þetta einbyttu brotavilið, þú vist ekki að þessi kærastinn hennar? En vistu það svona ekki? Ég myndi halda að þú myndi vita það. Já. Ég myndi halda það. Hann allavega veit það. Satt hann veit það, he's the douche, sko, þau erum ekki svo ræða hann, sko. En þú veist, hann var að leita, þau voru að leita henni saman, skilur. Já, akkurat þetta random gæi var að leita henni. Já. Já, þú komst upp með þið þarna. Já. Sorry, you knew. Já. Já, en ég meina þú ert bara að játa þetta. Já. Játning. Þessi játning er actually crazy. Banna að hata mig. Já. En ég gerðsumlega hata. Og þegar ég segi hata og meina ég hata. Já, ok, wow. Já, ok. Og þegar ég segi hata og meina ég hata með all caps öskrandi. Þegar ég segi fótboltaspil. Þetta meikar engan sens. Hefur aldrei verið þing og verður aldrei þing. Elska ykkur samt, en enni please að hætta að segja þetta. Wow, hata, ekki svona hata. Ok, gerðu okkur þá greiða og skrifaði aldrei með venjulegu en ekki Y. Satt. Þetta er fótboltaspil og myndi alltaf vera það. Fótboltaspil. Sorry, ég verð mikið aðeins batalega. Herru, ég settist í tómasósublett í ljósbleikum kjól og fór svo beint á jammið. Nei, hægt. Og bestu vinklum mín lét mig ekki vita fyrir halfway through og þá nefndi ég ekki upp á hótel að skipta svo ég skemmti mig konunglega allt kvöldi í tómasósublett og spænskri tónlist. Hljóma bara Ég eðislega. veist það, you go girl. Já. Það er bara hljóma vel. You go Glenn Coco. Játning. Wow, ok. Eftir þetta. Nei, þú byrjaði þetta sko langt. Þetta er ein stór löng. Og fer það í hina áttina. Hæpastís. Já, ok, byrjuð þú bara. Ég er ekki að finna þetta. Já, this is a long one, guys. Já. Buckle up. Hæpastís, ein játning er bara óþægilegt moment sem ég ekki sagt neinum frá, menn aldrei undir mínu nafni, sem sagt. Og hún mun aldrei gera það. Ok, let's start. Ég var nýbyrjuð með fyrsta kæró, kallum hann Jón. Við vorum að sofa saman í eitt af fyrstu skiptunum hjá okkur báðum. Og hann var að vera mjög forvitin kvenmanns líkamann. Og var því að spyrja endalaust. Ég var hann mjög þreytt á því og eitt skipti spyr hann, er þetta snípurinn? Og ég hef komið nóg að þessum spurningum og svara sögt, nei Siggi, hættu þessu. Og kom löng pása vegna þess að Siggi er bróðir minn. Ég veit, hljómar ógeðislega illa, en Siggi er bara eina kallmannsnafn sem ég nota upp á því að hann er eini strákur sem ég hef verið pirruð af í gegnum lífið fyrir utan Kæró. En við vorum svo nýbyrjuð saman og ég var ekki vön að segja nafnið hans mikið upphátt. Eftir þetta stránglega bannaði ég Jón að segja þetta við neitt og ég hef haldið þessu leyndu núna í heilt ár. Takk fyrir að lesa og vonandi fatti að þetta var rugglingur og ekki bara fucking skrítin. Anyways, elskar hlusta okkur, love you both. Þetta er vont. Já, þú veist. Það er svo vont að rugglast á nafni. Já, og líka bara bróði, en það er samt svo ógeðslega óvart. Já, og þetta er svo ógeðslega innocent eitthvað, allt þetta er bróðin, bara thank God það var ekki nafni á fyrirvændi. En þú veist, hversu oft hefur maður bara þú veist, Bensi, Birta, já. Nei, brús, eða þú veist. En bara í aðstæðnum að vera eitthvað getting it on. Já, það er hrikalegt. Það er erfitt, ég skilja alveg að þetta sé mjög erfitt, sko. En thank God þetta var ekki your ex's name. Það væri áns verra, sko. Miklu verra. Þú veist, já. Miklu verra. Ok. You're fine. Já. Ok. Játning. Stundu þegar vinkonur mín að segja mér frá því hvernig kærastinn þeirra kemur illa fram við þær, þá líður mér svo illa fyrir þær en partur af mér líður vel. Því að það lætur mig sjá hversu ótrúlega heppin ég er með minn kærasta. Þannig ég fæ alltaf mega samviskupið. En á sama tíma kann ég svo
miklu betur að meta kærasta minn en segi þeim það þetta ekki. Wow, æj. En ég skil þetta alveg, eða þú veist. En hún bara svo þakklátt fyrir sinn mann. Já, en það lætur hann líða vel að heyra Það enda leiðalegt. að þegar hann kemur illa fram með aðra. Þegar kom illa fram með vinkonunnar af mögunum þeirra. Það gæti, já, ég veit ekki. Er það ekki bara það að því þú er svona, váku ég hef það gott? Ég held hún sé bara að játa alveg dark things, sko. Ok, gæti verið. Að því að þú veist, já, þegar kærasti þeirra kemur illa fram með þær, þá líður mér svo illa fyrir þær, en partur af mér líður vel. Já, þetta er játning. Þetta er játning. Confession. Ég var grátandi í útskriftarferðinni minni því ég vildi bara að þetta væri búið. Heyrðu, þetta er auðvitað partur af ykkur öðru hérna. Ok, jó. Herru, ég held þetta sé... Ok. Hi love, you guys. Komið mér í gegnum allt leiðilegt. You guys. Það stendur. I love you guys. I love you guys. I love you guys. Ég las þetta vitlust. Ok. I love you guys. Það er það sem stendur. Þið komið mér í gegnum allt leiðilegt í vinnunni. Hérna kemur smá backstory. Hún var 15 ára á tímanum og er 17 ára núna. Ég var búin að hrifna sama strák í 4 ár en ég þorði aldrei að gera neitt því hann var svo góðu vinu bróður míns. Anyways, eina bestu vinkonum mínum vissi þetta og einu sinni þegar við gælurnar vorum út að borða voru þær allar að pískrast og ekki segja mér fyrir en ég heyrði, ok, ekki bara segja henni. Þá kom í ljós að eina bestu vinkonum mínum sem var ekki með út að borða var búin að vera að tala við strákinn sem ég var hrifin af í 2 mánuði. Og alla vinkonum mína vissi þetta nema ég. Ég var vantilega sárið vinkonum mína út af þessu og ég ætlaði að bíða og sjá hvenær hún myndi loksins segja mér þetta sjálf og það liðu 2 mánuðir. Þegar hún loksins frétti að ég vissi þetta og það loksins kom til mín og sagðist að hætta öllum samskiptum við hann. Ég tek því vel og þorði loksins að fara að gera eitthvað múf á strákinn. Hann var alveg að tala um mig tilbaka fyrir en einn daginn sá ég location hjá vinkonum minni að hún var heima hjá honum. Ég konfrontaði hana næsta dag og spurði bara af hverju. Henni sagðist alveg sama og hélt bara við áfram hittan. Vinasambandi okkar versnaði en ekki út af stráknum heldur trausti. Þau 2 eru saman í dag og við erum löngu orðnar bestu vinkona aftur. En undanfarið hef ég áttum á því að ég er ennþá sjúklega hrifin af honum og get ekkert í því gert. Já. Æi, þetta er leiðilegt. Já, þetta er leiðilegt og lögurnar að koma að segja þig. Já. Nei, þetta er umlegt að, en þetta er samt svona svo innocent, að því, þú veist, ein var bara hrifin. Fattur þú, það var, þú veist, ég skil alveg að það er svona erfitt, að maður mannlega eftir þessi tíma, maður skotin í einhverjum, þá er alveg vont einhver annað og skotin líkið. Já, ræðilegt. Ræðilegt, já, elsku. En eitt sem ég skipaði hann, ég var grátandi í útskriftarferðinni minni því ég vildi bara að þetta væri búið svo ég væri loksins laus við krakkana. Öll árin hef mér bara liðið illa og ég vona í mentó finn ég loksins eitthvað sem kann að meta mig. Æi. Já. Þetta var grunnskóla útskrift þá. Já. Elsku. Ömurlegt, en mentó, you're free. Já, ég held að mentó væri geggjað fyrir þig. Já, ég held það líka. It's a new start. Já. Ok. Játning. Ég er í leynisambandi við pappa vinkonu minnar. Ok. Ég er 22 ára og hann er 9:50. Ok, Petró. Ég og dóttir hans höfum verið vinkonur frá því barnaskóla og ég ólst hálfpartinn upp heima hjá þeim. Þar sem foreldrar mínir ferðuðust mikið vegna vinnu þegar ég var yngri. Oh my goodness. Hann og mamma vinkonu minnar eru búin að vera skilin í rúm 7 ár. Ég hef alltaf verið með pínu crush á honum og þegar ég var 20 þá hélt hann upp á stóramali og hélt ég upp á stóramali og hann mætti. Við spjöllum saman nánast allt kvöldið en one thing led to another. Við erum núna búin að vera að hittast síðan nema vinkona mín veit það ekki. Einhver ráð ætti að segja henni að sleppa þig. Þetta er rosalegt.
Eru þið hinn hann á Íslandi bara í ykkur rom-com bíómyndum? Alveg bara taking your stepdaddies og maður bara... líður bara eins og þetta myndi ekki gerast á Íslandi. Nei, this is happening. Okay. Ef það byrja okkur ráð, þá, ég held að þetta að segja það. Segja, alltaf. Shit, hvað verður erfitt. Af því að þetta verður bara verra og verra því lengra sem þú byrðir, sko. Þá eru þú veist, þetta var búið að gangi í mánuð, ár, 2 ár. Þetta verður alltaf verra, sko. Já. Þarna, já. En má ég vera að fluga vekk, þú segir? Nei, please, eftir það okkur þú segir henni. Maður. Æjæjæjæjæj. Það er alveg eitthvað sem að, ég held að myndi bara taka skot áður. Bara liquid courage. Yes. Ég er ekki kvitaði til þess að taka skot samt. Ég er bara að tala þú veist, ef ég er að setja mig í þessu stöðu. Óngríns. Æjæjæj. Herru, ég hrifir af vinnufélag mínum og hann á mér, bestu vinnur. Okay. Bæði sambandi með börn. Erfist að vitum ekki hvað við eigum að gera. I think you know. Já. Þetta svona, ef þú verður hrifin af öðrum, þá ert ekki lengur hrifin af fyrsta. Það er ekki allir sammála því held ég, sko. Ok. Sumir getur bara hrifin af fullt af fólki og eitthvað, En svona hrifin? Já. En börn í spilinu vil ég kannski splundra fjölskyldum og... En annarkvort, get over it og og bara brækta sambandi við magaðinum, skilur, og hætti bara að vera vinnir. Já. Eða hætti saman. Já, það held ég. Það held ég. Það er eina í stöðinni. Herru, ég er sérst vinkonu sem er búin að vera vinkonu mín alveg sín í leikskóla. Við erum að fara í menntaskóla, í haust og samaskóla, en sem betur fyrir ekki að sömu braut. Ástæður fyrir að segja þetta er að hún er bara svona manneskja sem er alveg sjúklega feimin og bara hangir alltaf utan mér öll 10 árin saman í skóla. Don't get me wrong, I love her og hún er eina bestu vinkunum mínum, en ég get ekki lengur verið alltaf í mannlegum samskiptum bæði fyrir mig og hana. Þannig ég er svo mikið að vona hún finnir sér aðra vini sem tengja meira við hana en finnst alltaf svona ljótt að segja þetta. Vá, þetta er alveg erfitt, en vá hvað ég bara sammálaði, bara þengt gátt hún sé að fara aður braut. Já. Bara for her. Einmitt, og bara fyrir ykkur báðar. Já. Það þurfi ekki alltaf að vera að passa upp á eitthvað og líka henni bara að komast út í skilinni. Já, hún þarf alveg að fá að gera þá einmitt og ólíklega að hún fara til skilinni með þeir við liðin á skilju. Já, algjörlega. Þetta var sett. Játning. Já. Hef sett hnetusmjör Nei, ég get ekki klárað þetta, Birta. Þú verður ekki það. Á Kitty. Hef sett hnetusmjör á Kitty og látið hundi minn sleikja. Kærasti minn komst svo að þessu og hætti með mér út af því. Sagði ég að vera halda fram hjá hann með voffa. You were. Halda fram hjá, er ekki bara dýranýr? Jú, þetta er bara ógeðslega siðlaust. Þetta hlýtur að lega, saga. Ég trúi þess ekki. Þetta er bara mest disgusting sem ég heyrði að henni minni. Please, kefti bara kynlistæki. Já. Erum ekki að taka Basamaras sultuðundin á þetta, sko? Nei, takk. Hræðilegt. Mér finnst það að búbú sætir játar eitthvað. Já, sammála. Ég líka. Mér finnst það æðislega sætir. Já. Herðu eitt þetta að við sitjum í sólinni og bara ég var að hugsa til sólarinnar og kom mér heitt og veistu hvað, vegabréf er mikilvæg. Já, vegabréf er mjög mikilvæg. Við þurftum þau. Við þurftum vegabréf. Og erum til að hugsa bara, það var ekki að kjúti við Ísland væri með bleika lit og þau væri eitthvað bleik. Gríns. Það er svo dökkblá. Já. Það er alveg kjút fyrir sumtastæri, en ég var bara svona að það væri til að vera bleikt. Já, eða svona vínrautt eða eitthvað svona. Já, svona brettar. Er þeir með þannig? Já, ég man ekki hverjar eru. Mér stil allir vera með flott vegabréf nema við. Já. Það er alveg hægt að vera náttúrulega með flott vegabréf. En hún, Elisabeth Eva, hún var að fá fyrsta vegabréf sitt núna, daginn, fyrir þess að ferð, auðvitað. Ég hoppaði bara græja vegabréf, en svo sótti ég það í Hagkaup. Þú var að bjóða velkomin Hagkaup. Já, Hagkaup velkomin sem nýi styrktaraðili T-Procents. Já, en einmitt í Hagkaup er hægt að, þú veist, fá allt fyrir, literally, allt fyrir ferðalagið, meira sér vegabréfið. Já, nei, ég er fullt af vinkonum mínum búin að vera að sækja núna vegabréfið kringum, alltaf bara tala þetta einmitt, bara hvað það er þægilegt að fara Hagkaup skefinu og sækja, það var eitthvað líka annað Hagkaup. Ok. Og bara hvað það er þægilegt að fara að sækja í Hagkaup. Geðvitt næst, sko.
Já, ég svo spennt þegar það nýtt að geta nýtt mér þetta. Já, líka bara þú veist að það náttúrulega, eins og við veitum, bara allt einhvern veginn til hjá þeim. Þú veist, þetta sem ekki bara svona, já, það er bara allt annað til. Og geta bara náðið þetta líka þar og ekki eitthvað svona, með eitthvað braskil, eitthvað svona postsenda. Já. Þannig að sjúklega næs, þú veist, við erum með ferðaspegla frá Hagkaup. Keyptum litlu make-up spegla. Já, við fáum oft spurningar þessa spegla, þetta svona bleikir, svona litlir ótrúlega þægilegir í ferð og ég notaði líka bara alltaf heima, sko. En alltaf á ferðalaginu og maður er svo ofta að gera make-up sitt eitthvað annars þar allavega við. Þannig að við mælum með speglum. Já, nákvæmlega. Þeir fást bara í Hagkaup. Fást bara í Hagkaup. Og ótrúlega, þannig erum við snirtu, við erum með matinn, við erum með allt. Já. Neist líka, við erum ofta að fara inn í búðir hérna úti og ég er alltaf svona, ég er að leita Hagkaup. Já, ég veit það. Þetta er svo smá svo Hagkaup. Já. Bara svona, þá veistu bara að það er svona gæðasteinbillir, skilur við. Gæðasteinbill og fjölbreytt líka. Já, mjög mikið fjölbreytt. Þetta er dót, dúk já, snyrtivörus og mat. Já, þetta er bara svona alle poppen, sko. Já. En þannig já, við varum hugsið til þess. Já. Herðu, ég ætla að koma að rétningu þetta. Ég hitti nokkuð sem strákar 2023 og hann var með smá off-vibe. Hann frekar ágengur og sýndi skrýtna hegðun. Það blæddi þegar við sáum saman að því ég var ekki reddi og hann tók mynd af blóðinu og sendi á vinahópi sinn. Ég ætla ekki að fara mikið dýpra í það en ég beilaði þess vegna á hann mjög hratt. Ég er að vinna á skemmtistað og hann kom þangað fyrir stuttu. Mér leist ekkert á það þannig ég sagði dyrvörunum að mér líka ekki vel við hann og bað þá að henda út ef hann skildi gera eitthvað. Svo lendir hann í slag og dyrvörnir að díla við hann og vin hans. Slagsmálum brutust alltaf út aftur þannig að dyrvörnir hringir í lögguna sem mætti aðeins og seint og þeir búin að sleppa. Dyrvörnum fattaði svo að ég vissi mikið eitt strákinn þannig að hann tók mig til löggunar og fekk mig til að gefa upplýsingar þennan strák sem ég var einu sinni að hitta. Sem ég gerði með glöðu geði. Vel gert. Og ég fucking ógeð, gaur. Alvörunni. Já, bara allt hræðilegt þegar maður gæja, sko. Új. Bara karma comes back to bite you. Það er fast, sko. Mjög fast, sko. Já. Herðu, einu sinni var ég með frenda mínum og við vorum að ná í glas sem datt niður og við kistum stóðan. Hann hélt svo áfram að kissa mig. Ég á mann. Þetta er... Ákveður er ég ímynda mér það. Ég líka, ég sé það svo. Glas, þeim bæði eitthvað. Já. Random. Hvernig er þetta að ná í glas? Ok, reynum að akta þetta átt. Sko. Hérna. Er þetta dettur eða ekki? Jú, dettur á gólfu. Og svo fyrir við hérna. Og fyrir mér sleik. Það er ekki sens að gera þetta óvart. Nei, svo ég held áfram að kissa sko sem er, þannig að þetta var ekki óvart. Þetta var nú bara frekar kósí, við getum bara að vera svona. Já, þetta er svolítið þægilegt. Vá, hvað það fyrir. Já. Kasti. Glasin dættur við kissast óvart. Þetta er ógeðslega fyndið. En sko að því þið heldust áfram að kissast, þá var fyrst ekki óvart. Auðvitað ekki, þú getur ekki kysst eitthvað óvart þegar þú ert eitthvað að beygja, þú getur aldrei kysst eitthvað óvart það, nema bara myndir rugglast á mannesku. Já, og líka bara þú veist, ætlar að heilsa og fyrir óvart svona í andlitið og varðið og gera svona air kisses, það er náttúrulega hræðilegt, sko. Það er svo vont. Já. Herri, mér er svo leiðilegt vinnur minni, en mér langar ekki að hætta, ég þorði ekki. Úff. Please do. Já, ángríns, maður á ekki verið vinnu sem að maður fílar ekki, sko. Nei, nema það er bara nauðsyn, skilur við. Já, þá er dagarnir langir, sko. Já. Já. Sammála. Játning. Já. Ég er á föstu, en ég held sér ennþá hrifin af fyrirvonandi. Damn. Það er ekki gott. Nei. Ekki gott. Það var ekki tilbúin nýtt samband, sko. Nei, you're not over him. Nei. Gott að vita það svona. Já, það var bara gott, svo vonandi kemst yfir hann. Já. Játning, ég var einu svona föstu með stráki en mun hrifnari af bróður hans. Ok, alltaf svo vandrarlegt að mér fannst stemmingin heima hjá þeim. It's giving Summer I Turn Pretty. Já, satt. Þetta er það. Já, erfitt og valdi vitlaust. Já. Málum svona bræðradæmi. Það er alltaf ógeðslega algengt í svona bókum og líka. Já, rosa mikið. Þetta er eitthvað fantasía, sko. Herði, ég þurfti að klára sjálf eftir að Kæru er sofnaður. Játning. Það er játning. Myndirðu segja hún nú? Einmitt.
Herðu, þú sofnaði bara í I need to deal with this myself. Gott að vera með góð tækjur og blöss þannig, sko. Svart. Játning. Já. Svaf með besta vinn bróður míns og það var alltaf big rule að það mætti ekki. Sko, ef þú Rule setur þess... Já, rule breaker. Ef þú setur þess að regla eitthvað, þú mátt ekki vera vingunum mínar, þú mátt ekki vera vini mína, systkinin, you're making a thing to break. Já. Í alvörunni, þú veist, Þú átti ekki að þurfa að segja þetta, eða þú veist. Nei, þú veist, ég er að segja það, ef þú bara fyrir að setja niður eitthvað sem þetta má ekki, þá gerst þetta. Always. Já. Hefur gert það? Hvað? Hefur lent í þessu? Þetta var eitthvað svo frá hjartanu. Nei. Nei. Þess ekki. Ok. Herru, í 8. bekk fór ég og vinkonum mín á fake account á Snapchat og vorum að reyna við stráka sem voru hrifin af þangað til að þeir sendu nektarmynd. Það versta við þetta er að við notum alvöru manneski sem við vorum að þykjast að vera og núna þekki hana. Þau bara geta mig síðustu ár og ég skammast mín svo mikið. Býttu nú við. They were impersonating someone. Já, og þeir senda nektarmynd. Til þessast hennar. Og núna þekkir þá stelpu í dag. Bara svo, þú veist, þú hefur verið að impersonata mig áður en við kynnumst. Og þeir eru bara að senda mér nektarmyndir. Og ég væri þú veist að tala við þá tilbaka eitthvað in your name, skilur. Ok. Já. Þetta er játning. Já. Ok, játning. Help. Mjög disappointed in myself. En er að deyja yfir gæja sem selur gras. Og þá obviously reykir hann sjálfur. Ég er í engu svoleiðis rugli, nota ekki nikotín, drekk eiginlega ekkert og definitely er ekki að plana að byrja í neinu rugli. Og fjölskylda mín er engri neyslu eða neitt, bara frekar eðlileg fjölskylda. Þannig að er ekki fara að feta í nein annar manna spór eða svoleiðis. Hef bara hitt hann einu sinni og bara fell in love og hann er að snappa back and forth núna. Hann var ekki á neinu nema smá áfengi at the time. Sem ég veit af. Líka, what should I do? And girls, I need help. Hef talað þetta á nokkra vinkonum mér og þær tvær eru eiginlega of supportive en hinnar segja bara nei oi. Ok, sko. Ok, að því hún baði help, ef að reyna. Já. Brutally honest, ef að vera brutally honest. Ok, þú veist, ef þetta er eitthvað svona gauð sem er í rugli, þá er sammála hinn vingurinn sem bara, oi. Já. Þú veist. Líka that bara, ain't nice. þú veist, ef hann er bara a dealer, skilur við. Já, bara oi, skilur við, Já. þú veist, það er bara, it's a red flag og það er ekki lindamál, hún veit alveg, hún var ekki að skrifa niður, bara, it's a red flag og ég myndi að stay the fuck away from it. Já. En ef þú er bara sjúklega hrifin og þú heldur núna, þú veist, eins og þú tala hann sé bara ekki áfengi eða eitthvað svona, þú veist, ef hann tekur sér til í lífinu, og kannski getur sannað það í smá tíma, þá getur við pröfa að gefa hann sjans. Já, það er klálega, þú veist, kannski getur þú haft ekki góður áhrif á hann. Já. Ef þú ert bara ótrúlega hrifin á honum og þykir vænt hann og Já, hann, já. þá getur þú kannski bara hjálpa honum að sjá rétta leiðina Já. og fara kannski ykkur aðra leið til þess að vinna. Þannig að já, þú veist, alltaf, ef þú ótrúlega in love og þú heldur að sé bara sólís, þá myndi ég segja bara, ok, bara tala við hann og Já. segja bara, ég get ekki gert þetta nema við förum bara á rétta leið, bara réttu brautina. Annars, þú veist, þú mynd komast yfir þetta. Já, þú veist, ég sammála það. Það eru fullt að fiskum úti. Já, ef þetta er bara algjör sóli og svona, þú veist, ok, reyna á þetta að virka, en ekki sætta þig samt við þetta. Nei, ekki sætta við Ekki þetta. sætta við hann. Sætta bara þín mörk, þú veist, já, skilurðu. það er ekki bara svona, já, hann er bara dílar og hann heldur áfram með bara nei, þú veist, ekki sætta við það. Það er ói. Það er það, já. Definitely. Loki byrja líka illa við bestu vinkonum mína, en hún bara virði mig ekki. Það er ekki gott. Új, hvað það er örugglega sárt. Það er umulegt. En er hún bestu einhverjum ef hún virði þig ekki? Nei, nákvæmlega. Ó nei. Játning. Hvað? Ég er hrifin af frænda mínum. Sunneva. Hvað málum við alltaf þetta frænda Af hverju allir hrifnir það? Svona bara, ég held að Ísland er á lítið, er það segur? Já, ég vona að þetta sé svona frændi sem maður ekki svona svona childhood friend, skilur. Nei, já, samla. Nei, childhood cuss. Sko, þetta er prumpujátning. Já. Ok. Ég er alltaf fretandi og
eins og margir aðrir, sjokker. Ok, ég alltaf fréttandi eins og margir aðrir sjokker. Eitt kvöldið var ég farin að horfa á YouTube og ég hélt ég þurfti að prumpa. Fann að þetta myndi vera stórt prump. Þannig ég lét vaða, en nei, ég skeit í brókina. En sem betur fyrir fór það bara í nærbuxunar, en mér finnst þetta svo fyndið því að ég fullorðin, en hei, slísing gerast. Já, slísing gerast. By the way, ég elska þættin ykkar og þið fáum alltaf brósar fyrirmyndir. Best þá. Ég sæti kúkalabbi. Já, kúka, friðmaskinu og nöggur. Já, en það veist það. Það alveg hárrétt. Slísing gerast nefnilega. Slísing gerast. Það vont að þú heldur og getur lauma einu krullu. Já. Svo var þetta bara blautt. En gott að fá bara í nærbuxuna þetta. Já, hérna ég held að pabbi minn einhverjur, lofum þá. Ég kott hann alltaf verið svakalegum samræðum við sjálfa sig og meira sér rífa sig sjálfa sig með svakalegum handreifingur. Nú aftur, love him og no hate á hann. No hate á pappa, en hérna, ertu einhverjur? Kannski er bara að æfa sig. Já, mér finnst bara svo bara að leiða hans einhverjur. Já. Það bara allt í góðu. Játning, mér finnst stóri bróðir kærasti minns Loki sætar en kærasti minn. Það alltaf þetta. Hvað mál með þetta? Erðu? Ætti að byrja það saman. Já, velji rétta bróðurinn. Já. Kom og svo. Oh my god. Játning, ég lét alla trúa að ég farið til Parísar í helgafrí, en í raun satt ég bara heima, klippti myndir saman og postaði Instagram. Smart. Já, it's a whole job though. Já. Wow. Játning, ég svaf með gæja við hliðin á öðru pari sem voru líka að sofa saman og við vissum alveg af hvort öðru. Engin veit nema vinkona mín. Hún kallaði þetta orgi. Myndið þið flokka þetta sem orgi? Hvað flokkið þið sem orgi? Ég veist að við höfum bara aldrei verið í því að flokka orgjur. Ég hef aldrei flokka orgjur. Hvað samt orgja? Orgja þess margir sofa saman, right? Ég veist ekki, þá allir skiptast á. Jú, það tvö pör að sofa saman hlið við hlið. Er það orgja? En eru þið saman í rúmi? Skipt það máli? Þá hljómar þetta bara svona smá svo swing. Já. Skal ég meina? Já. En ef þau eru bara eitthvað, þetta er svona Love Island skilur, þegar þau eru bara eitthvað sofa saman í sikur horninu, þá finnst mér það ekki að vera orgja. En eru þau saman í rúmi að sofa saman? Kannski meira swingy. Það er eitthvað svona. En það sé ekki orgja held ég. Nei, kannski ekki þetta orgja. Það er eiginlega að byrja að flokka mér orgja. Já, ég líka fara að hugsa þetta betur. Hvað orgja er fyrir mér? Ég hugsa það sko. Mænu sjá. Ég opnaði hérna ískalt Diet Coke fyrir okkur. Já, takk maður. Við séum það krakkar mínir. Við erum með Diet Coke á Spáni. Á Spáni? Það er bara þegar það eru breska búlur hérna. Já, það er ekkert eðlilega gott sko. Já. Það er enda líka búin að sjá Coke Zero Minis og Coca-Cola Minis. Það er svo gott, sko, Coke Zero Minis og Coca-Cola Mini. En þú veist, það var eins og til á Íslandi. Það var svo ógeðslega næs að þeir stundum langar mann ekki heila dós. Við erum svolítið mikið bara ég séra. En stundum langar mann bara í smá sopa, þá er Mini bara geðveikt næs. Nefnilega, sko, þetta er líka þegar í svona hitanum, þá var maður bara ekki að klára dósina og þegar maður bara heit. Satt. Við erum í bestu málum með Coca-Cola en úti. Nóa Coca-Cola en úti, sko. Herru, ég er ólétt en það veit enginn. Kærist minn mun hætta með mér ef hann finn úti því að hann vill alls ekki eignast barn núna. Hvað er þú? Það er bara ólétt tilkynning. Já, það verður kjött. Já. Bara, já, þú verður bara að gera sem þú vilt. Number 1, 2, 3, right? Það held ég. Hér kemur ein lengja. Mjög lengja. Tilbúin. Ég var eins og mjög hrifin af strák, kallum hann Ísak. Við vorum búin að vera vinir í leikskóla og grunnskóla. Ég var alltaf með smá þing fyrir honum og hann með mig, en ég vildi ekki gera neitt í því fyrir hann var herri en ég. Tall girl problems. Leið og hann var herri en ég gæti sé fyrir mér eitthvað meira með honum. Við byrjum að hittast nokkru sinnum. Án vin okkar. Án þess að gera eitthvað. Svo gerist það allt í einu að hann var mjög distant og vill ekki hitta mig þegar ég spurði hann hvort ég mætti koma til hans. Sem var mjög fast skrítið því að vinur hann sögðu að hann væri hrifinn af mér og þetta var að fara að virka. Við tölum svo ekki saman lengi og hann unfollowaði mig og tíminn líður. Þetta var búið að vera samt erfitt því að foreldrar okkar eru vinafólk og það að tala ekki saman eða láta eins og ekkert hafi gerst en samt alltaf að borða á hvort annað er eins og að gera meira málusu. Horfa á hvort annað.
Já, lítur að vera. Við erum núna komin í framhaldsskóla og ég er í sambandi með strák og við erum búin saman í 2 ár. Ísak er í sama framhaldsskóla og ég, að samans framhaldsskóla ég og hann lætur eins og ekkert hafi gerst. Hann vissi að ég var föstu en sagði alltaf hæ þegar við löpum fram í hvort öðru og ég auðvitað tilbaka. Ég skildi það ekki því ég myndi eftir skiptinu sem við töluðum saman og þá hætti hann vilja tala við mig og það særði mig smá því ég er mjög hrifin á honum en ég sætti mig bara við það að hann vildi mig ekki. Svo þetta meika engan sens hjá honum. Hann kom líka stundum upp á mér og spurði hvað kærasti mér væri, til dæmis á böllum, bara reyna að finna ástæðu til að tala um mig. Fast forward var vinkominn í partíi og hittir hann. Hún tekur upp myndband af þeim og þá hann að tala um hvernig ég væri ástæðan fyrir að við vorum ekkert. Svo segir hann að hann var til í mig en hann fer ekki í stelpur sem eru á föstu. Ég veist ekki alveg hvernig mér ætti að líða því ég er ennþá með stað í hjartanum fyrir honum og ég er bara hrifin á honum. En núna var ég á föstu. Er ennþá ekki búin að tala við hann því ég er í sambandi núna og það væri smá disrespectful að spyrja Ísak ákveður hann að segja þetta allt núna. Hann er núna nýlega á föstu en ég sé hann alltaf horfa á mig og mér langar bara að tala við hann og fá allt á hreint. Æi. Mjög, já. Leiðileg saga. Þetta er svona... Já, þetta er svona... Vond dilemma. Já, þetta er svona you never had the right time, eitthvað neginn. Já. My moment, right time. En trúum við ekki á það að if it's meant to be, it will be? Jú, við trúum á það. Já, ég held það. Þannig að kannski eigi ekki að vera saman alveg strax. Kannski eigi eftir að þurfa bara að explora ennir ástasambönd og þroskast og svo kannski be the one. Ég held að það geti verið máli. Algjörlega. Þegar ég var í 4. bekk átti bekkjarsystin mín skó sem ég langaði svo mikið í og einn daginn er ég að klára og sé skónun á skógrindri og ég tek skóna með mér heim en í staðan fyrir eignaskóna þá hendi ég mér rusli heima. Hún bara, if I can't have them, no one will. Wow. Já, þetta er rosalegt. Það er góður. Er ekki allt með feldið það? Var hann ekki 4. bekk? Samt. Já, eru 4. bekkinga með allt með feldu eða? Ég var. Þú veist hvernig dettur mann þetta í hug? Shit. Þetta er mjög fyndið. Oh my god, hræðilegt. Ok, mamma mín er góð manneskja en hún er mjög opin við mig. Stundum of mikið. En eftir að hún og pabbi minn hætti saman eftir cirka 12 ára samband lenti hún auðvitað í svolítlum peningavandamálum. Ekkert hræðilegt. Heldur eins og flestir geta lent í en senustu cirka 5 árin, ég er undir 18 ára, hefur hún eiginlega verið ofdeila og kvarta í mér með þessi vandamál. Þegar þetta byrjaði að vera cirka 12 ára og að mínum ætti 12 ára barn ekki að bera svoleiðis með sér. Þegar þetta byrjaði kom upp mikil fjárhagskvíði hjá mér, bæði hjá mömmu og sjálfa mig 12 ára. Ég bar þetta með mér í nokkur ár á meðan mamma mín var ekkert mikið að reyna að gera eitthvað í þessu, eins og búa til pening og spara, hún er með fyrirtæki sjálf. Þetta er ennþá í gangi núna og núna er hún alltaf vakandi til þetta kannski 1-2 nóttina að horfa á sjónvarpið og svo vakna fyrir eitthvað seint. Heldur minni aldrei skilja þetta að reyna að vinna ekki vandamáli sínum, en er mjög stressuð að ég endi svona sjálf þótt að þessi sen sem ég langaði að gerist. Wow, þetta er deep, man. Það er leðilegt. Já, þetta er sorglegt. Þetta er mjög deep. Já, þetta er svona sálfræðingadæmi, sko. Já. Það er það. Kannski tökum við ekkert þátt þegar you will be your therapist. Já, þetta er játning. Já, þetta er játning, það er rétt, sko. Og ég játa eitt fyrir þig. Já. Ég sakna ballerínakeks. Ég var að hugsa að ég er svo sveng, gæti svo mikið ballerína. Já, geta svo mikið, sko. Það eru ballerína og Diet Coke, sko. Ég er endur ekki búin að leita ná vel í búðunum mína. Ekki heldur. Ég er endur ekki búin að kaupa keks. Nei. Kannski ættum við að fara að tjekka. Við þurftum eiginlega að gera það. Þegar sko keks á bakkanum, það er næs. Það er geðveikt. Það er næs, sko. Já. Og kannski myndum við finna eitthvað svona funky í ballerína. Já. Þú veist, ekki bara, já, eitthvað svona öðruvísi. Það er svo gaman þegar þú veist, svona, ég er kannski smá svona öðruvísi, en gott keks, þú veist, líka, væri til að vera með hana, þau eru búin að kaupa svo marg osta. Ég væri til að vera með súrdegs ostakeksi. Já, þú kan fara á Göteborg. Já, í svörtu. En þetta að gera eitthvað góðan ostabakka, við eigum fullt af ostum og eitthvað. Ég veit það, mér er bara pældi hvað verið gott að vera með það keks núna. Já. Vá. Tjekkum á því eftir í búðinni. Já, við erum að finna það. Já. Það verið gott, sko. Það væri svona, sko, við gætum farið bara að funda örgulega ykkur búð, en ef þú væri með gólegu bílan okkar hérna, þá gætum við bara kirkað sem er. Já, satt. Þannig ég sakna
Ég sakna Sakna mjög gólfbílana. mikið, já. En sko, vá, hrós. Við ferðumst eins og, sko, við vorum með bara, þú veist, farangur upp á svona 2 fjölskyldur. Nei. Allt komst fyrir. Já. Rétt. Já. Þannig að ferðumst eins og champs í gólfbílnum, komum öllu fyrir, þú veist. Með mesta faragur sem ég sé á æfinn minni. Já. Það er sagt. Mjög stórt. Mjög stórt, mjög mikið. Þannig að mælum með gólögu þegar við Já. erum topp bíla og topp þjónustu. Satt. Herðu, read me the next one. The next one. Let me see. Hvað erum við með? Ég er alveg týnt hverju komin, sko. Herðu. Já. Ég elska piss í styrtu. Það er Já. low-key nasty en það prevents fótasýkingar og það er bara overall so cozy. Don't judge. Ok, bannað dæma. Ok. En, ok, Það pissa allir í styrtu. við höfum tekið þetta öður. Já. En þú veist, á fótinn, alltaf. Nei. Sko, Áhugavert. já, það er sem ég spá. Er það rétt að það preventar eitthvað sýkingar? Það er bara veit ég ekki, Og sko. ert að pissa á lappina einar? Já. Þú veist, þegar fólk pissar á styrtu þá svona yfirlega svona bunar það kannski í annað. Myndi maður ekki alltaf miða bara annað? Ég held það. En Nei, bara, we en don't hún er að judge. segja þessi cozy þannig að lítur að vera En svona... finnst ekki svo gott eitthvað Já, að hitan. hitan er örugglega að fara að pissa sinu. Sæll. En við erum ekki hér til að dæma. Nei, það er rétt hjá þér. Þú ert bara að játa. Ok, næsta. Langloka sem er með Langloka. disclaimer. Warning. Og Ok, warning. warning. Einu sinni var ég mjög stífluð. Og ég hafði ekki kúkað í nokkur dag og ég ákvað að prófa eitthvað svona ávöxt sem á að hjálpa meldingu og hjálpa öll að koma af stað aftur. We know what you're talking about. En þegar ég vaknaði morguninn þá var engin munur. Ég fór bara eftir venjulegri rútínu minni og leið ekkert illa í maganum eða neitt. Seinum daginn fór ég að passa fyrir fjölskyldu sem býr mjög langt í burtu frá mér. Þegar ég var komin þá fór ég strax út að labba með barnið til þess að svæfa það og ég þekkti ekki svæðið vel og var svolítið bara að vafra Svo ég var komin ágætlega langt frá húsinu þeirra byrja ég að finna fyrir mjög skrýtnum verkjum í maganum. Ég ákvað það að snúa aftur heim. En þegar ég var komin cirka 10 mínútur frá húsinu, fekk ég stingandi verk í magan, það kom skrítin hljóð úr maganum mínum. Ég byrjaði þá að labba hraðar, en allt í einu fann ég eitthvað heitt leka niður lærið mitt. Nei, Oh my God. getið ekki. Nei. Ég reyndi eins og ég gat að stoppa, en það hætti ekki að leka. Ég Hættu. stoppaði og kíkti niður á mig og sá risa brúna klessu Nei. út allt. Nei. Ég hefði kúkað á mig, ekki einu sinni kúkað, heldur bókstaflega pissað með rassinum. Úff. Ég reyndi grátandi mömmu mína á bænum að koma nýja buxur og eitthvað til þess að þurrka mig. En eins og ég myndist á áðan, þá bjó ég langt í burtu og það tók mömmu mína langan tíma að koma. Á meðan þurfti ég að halda áfram að labba því annars myndi barnið vakna. Þannig ég labbaði í 30 mínútur með kúk út allt og þá meina ég út allt, upp á baki, alla fætur. Þegar mamma loksins kom þá lagði hún bílnum í hverfi, tók vagninn af mér, ég fór henni bíl að þrífa mig. Þetta var erfiðasta sem ég þurfti að gera því það var kúkur út allt. Og ótrúlega heitt úti. Barnið var vaknað hágrátandi og mamma gat ekki róa niður. Ég reyndi að drífa mig eins mikið og ég gat en það var bara svo mikið magn og á endanum náði ég að drífa mig eins vel og ég gat með blauturkum frá barninu. En þegar ég leiti kringum mig sá ég að bíllinn var allur út í kúk. Nei, hættu alveg, sko. Það er hvítt leður í bílnum og ljósir veggir og það var allt það ekki kúk. Ég enda með að henda öllu sem ég var í þennan dag, skóm, sokkum, peysu, buxum, undirfötum, bara öllu sem ég var í, vegna þess að kúkurum var í öllu og lyktin var svo skelfileg. Oh my God. Við endum einnig að þurfa að skiptum veggi og leður í bílnum vegna lyktarinnar og blettana. Oh my God. Oh my God. Takk svona á þessu with a warning. Please do. Holy shit. Og líka bara upp á bak. Hvernig skýtur upp á bak og það er ekki með bleiu? Vá, maður verið brík. Ég veit það ekki. Þú veist það, því að bleian er svona brók og það svona skýst það upp og ég það er eins og það niður var upp. bara ekki að þröngu yfir rassinn eða eitthvað, ég veit það ekki. Vá, þetta er bara allt fullt niður bara upp á bak. Damn. Úff, þetta er literally þú skeist upp á bak. Já, þú literally skeist Ég upp á hef bak. aldrei heyrt um það. Quite literally. Já. Nei, maður er ekki heyrt það nema svo unga bát, sko. Já, En vá, þetta er rosalegt. þetta er rosalegt. Takk fyrir þess að geggjuðu
játningar. Já. Það ennþá alveg slatti eftir. Það nefnilega svolítið mikið Já, eftir. þannig verðum eiginlega held ég að taka a part 2. Part 3. Oh my god, Já. a part 3. Part 3. Oh my god, and keep it coming. Ef þið farið inn í channelu okkar Á Instagram. þá getið þið sett inn fleiri játningar. Þetta ógeðslega skemmtilegt. Please do. Það ekki? Jú. Við bara byggjum okkur heilsu sólinni. Vonandi eru þið að Fá okkur besties og mikið ánum. Því að we miss him. Something to take the edge off. Satt. Einhver mini besties. Einhver mini besties. Eða original besties. Og það náttúrulega alltaf the classic. We love you guys. Love you besties. Takk fyrir að vera með okkur á Spáni. Bye. Ciao. Ciao. Er það ekki ítalska það? Ég veit ekki. Bye bye. Bye.